Það eru ákveðnar þversagnir augljósar í reynslu kristinna manna þegar Biblían annars vegar og þær frásagnir sem að Guð hefur innblásið mönnum fyrr á öldum að skrifa okkur til lærdóms og eftirbreytni. Ég hefi lært að treysta á orði Guðs, taka mark á því algjörlega. En svo þegar ég er að vinna með fólki og að auðvelda því að treysta Biblíunni frá upphafi til enda, þá er það oft að fólk segir en ég bara trú ekki sköpunarsögunni. Og það höfum við þegar rætt áður. En svo komum við að syndaflóðinu og þá einu sinni enn verður fólki á að segja en gerðist þetta í raun og veru? Getur kristið fólk leyft sér að treysta allri Biblíunni? Getur við tekið mark á sköpunarsögunni? Getur við trúað því raun og veru sem atburði hafi gerst í veraldarsögunni þegar Guð leyfði að öll jörðin var færð á kaf í mikið vatnsflóð? Í byrjun Biblíunnar, svona frá 7. 7. kafla, sagt frá Nóa og hann sagður hafa undirbúið fólk fyrir þetta mikla flóð sem Guð sagði honum að myndi koma. En það voru afskaplega fáa sálir sem treystu orði Guðs í gegnum Nóa eða þeim boðskap sem hann flutti mannheimi á hans tíma. En Kristur sem auðvitað kom fram á sjónarsviðið hér á jörðu fyrir 2000 árum, löngu eftir daga Nóa. Hann sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Nú er spurningin, getum við treyst þessum orðum Guðs eða frelsaras okkar, að hann sé vegurinn, sannleikurinn og lífið? Þegar við nefnum Jesú Krist og teljum hann vera frelsaran okkar, þá eru flesti kristnir sem segja já auðvitað. En þegar við gerum okkur grein fyrir því við lestu Biblíunnar að drottinn Gamla testamentisins einnig frelsari Nýja testamentisins, hvernig í ósköpunum getum við þá efast sannleiksgildi sköpunarsögunnar eða frásagnar Biblíunnar Gamla testamentisins syndaflóðið? Því að það drottinn okkar, frelsarinn okkar, sem aðal söguhetja allra Biblíunnar og sem einnig kom við sögu svo mikið í sambandi við sköpunina og syndaflóði. Og ef við ætlum að treysta því sem Jesús segir okkur í Nýja testamentinu, þá erum við tilneytt til þess að treysta öllu því sem hann hefur að segja okkur sköpun og syndaflóð. Því að þetta allt saman sannleikur. Enda sá drottinn Gamla testamentisins og drottinn Nýja testamentisins einn og hinn sami. Og við verðum að treysta öllu því sem að Jesús Kristur boðar okkur í Biblíunni og þar með sögunni syndaflóðið. Það segir frá því í 7. kafla í 1. Mósebók, frá 5. versi, að drottinn sá að illska mannsins var mikil á jörðinni og að allar hugrenningar hjarta hans voru ekki annað en illska alla daga. Þá iðraðist drottinn þess að hann hafði skapað mennina á jörðinni og hann sárnaði það í hjarta sínu. Það hlýtur að hafa verið döpuleg reynsla fyrir skaparann okkar að sjá eftir því að hafa skapað mannkynið. En illska mannsins var orðin svo mikil að hann varð að gera eitthvað í málinu. Mennirnir hefðu náttúrulega tortímt sér sjálfur og eyðilagt allan heiminn, en drottinn vildi reyna aftur. Hann vildi byrja upp á nýtt. Svo að hann leyfði flóðinu að gerast og hann færði alla jörðina á kaf. En það þurftu ekkert allir að farast. Guð bauð öllum frelsun þá, alveg eins og býður öllum frelsun í dag. Og hann bauð upp á björgunarleið og það var í gegnum Nóa, það að segja skipið sem að hann
fól Nóa að smíða. Nú það þannig að margir segja, en hefðu nú bara allir vilja frelsast? Hvernig hefðu þá allir komist inn í örkina? Örkin var ekki það stór, þá hefðu bara ekkert flóð átt sér stað. Þá var engin þörf ef þetta hefði gerst, ef allir hefði iðra synda sinna og vilja komast borð, þá hefði Guð hætt við allt saman að þurrka lífið út á jörðinni. Alveg eins og þegar hann sendi Jónas til Nínive og sagði honum að segja fólkinu þar að vegna synda þeirra, að þá yrði borginni eytt eftir 40 daga. En þeim var ekki eytt, þrátt fyrir boðskap Jónasar, vegna þess að íbúar Nínive iðruðust, svo Guð hætti við allt saman. Og það hefði einnig gerst á dögum syndaflóðsins, það er að segja þegar það átti að koma, ef menn hefðu iðrast, nógu margir, þá hefðu syndaflóðið aldrei komið og þá hefði lífið á jörðinni verið allt öðruvísi upp frá því. En Jesús sem að skaparinn, hann sem skapaði okkur mennina og skapaði heiminn, hann vildi byrja upp á nýtt þarna á dögum Nóa eftir syndaflóðið. En það merkilega við þetta allt saman, við sögu Biblíunnar syndaflóðið, þegar menn fórust í miklu flóði sem umlukti alla jörðina, að Biblían segir okkur frá upphafi til enda að Guð mun binda endi aftur á lífið á jörðinni eins og við þekkjum það í dag, og við komum að því innan skamms í þessari hugleiðingu okkar. Í Hebreabréfinu í 11. kapitula frá 7. versi þá segir: fyrir trú fékk Nói bendingu það sem ennþá var ekki auðið að sjá. Hann óttaðist Guð og smíðaði örk til björgunar heimilisfólki sínu. Með trú sinni dæmdi hann heiminn og varð erfingi réttlætisins af trúnni. Hér sjáum við að þessi texti sem við vorum að lesa tekin úr Nýja testamentinu, meira að segja aftarlega í Nýja testamentinu, löngu eftir að Jesús dó og reis upp frá dauðum og steig upp til himna, áratugur síðar. Þá einhver lærisveinn, ég trúi því að það hafi verið Páll postuli, sem skrifaði Hebreabréfið og minnist þá Nóa. Og ef að við ætlum að afskrifa, til dæmis sköpunarsöguna og tala söguna syndaflóðið, þá verðum við að afskrifa ýmislegt í Nýja testamentinu. Því á ýmsu stöðum í Nýja testamentinu vikið að sköpunarsögunni og syndaflóðinu og Nói nefndur á nafn hvað eftir annað. Svo að við lendum í vandræði sem Kristi fólk sem byggjum trú okkar og trúarreynslu og trúarsannfæringu á Biblíunni, tala á Nýja testamentinu, sem einmitt talar Nóa og syndaflóðið sem sannleika. Svo að Nói fór að ráði Guðs, hann tók að smíða risastórt skip sem talið að hafi verið á stærð við sum af stærstu farþegaskipum heimsins í dag, því að það átti að taka mikinn fjölda manna og einnig dýr merkurinnar sem Guð sendi til Nóa þegar þar að kæmi til að bjarga þeim frá flóðinu. En í 120 ár sem Nói var að smíða örkina, þá prédikaði hann alltaf öðru hverju, hvort það var daglega veit ég ekki, en nógu oft til þess að allir jarðarbúar vissu að það var eitthvað boðað sem væri í vændum, einhverja náttúruhamfarir. En fólk trúði honum ekki. Aðeins hans eigin fjölskylda tók mark á því sem Nói hafði að boða komandi vatnsflóð. Þeir gerðu grín að honum, þeir hlógu að honum og hafðu mikið gaman af þessum manni sem var að smíða heilmikið skip.
En svo gerðist það í lok 120 áranna sem Nói hafði verið að predika og aðvara fólk að það væri eitthvað í vændum, einhver þáttaskil í mannkynssögunni sem væri svo ógnvænleg að það væri eins gott fyrir fólk að koma borð í örkina, að dýrin tóku einnig að koma að örkinni og Nói tók á móti þeim. Þau komu þarna skipulega og fóru borð og Nói hélt áfram á meðan að þetta gerðist að boða fólkinu mikil og váleg tíðindi í vændum, nema því aðeins að allir iðruðust synda sinna. Við tökum eftir því að við lásum áðan að illska mannanna var mjög mikil á jörðinni. Og Nói alveg fram á síðasta dag varaði fólkið við líferni þeirra og bauð því að koma borð, en þeir bara hlógu og höfðu gaman af. Í 1. Mósebók 7. kapitúla frá 7. versi þá segir: En Nói var 600 ára gamall þegar vatnsflóðið kom yfir jörðina, og Nói gekk í örkina og synir hans og kona hans og konur hans með honum undan vatnsflóðinu. Svo skömmu síðar í þessari frásögn, reyndar á 7. deginum, þá segir: Á þeim degi opnuðust allar uppsprettur hins mikla undirdjúps og flóðgáttir himinsins lukust upp. Við sjáum, vinir, af frásögunni að flóðið brast á. Það kom eins og Drottinn boðaði fyrir munn Nóa, og þannig það með okkur mennin á öllum tímum. Þegar Guð hefur boðskap að flytja okkur mönnunum, þá eins gott fyrir okkur að taka mark á því. Ég tel það skynsamlegt af kristnu fólki að taka mark á sögu Biblíunnar, frásögnum hennar, varðandi eins og sköpunina, því að Guð ætlar að skapa á ný, endurskapa þennan heim. Og það eins gott fyrir okkur að taka mark á frásögu Biblíunnar Nóa og syndaflóðið, því að Biblían og með Drottinn sjálfan, Jesú Krist í broddi fylkingar, minnist hvað eftir annað á Nóa og syndaflóðið síðar í Biblíunni. Því að hann notar leksíuna varðandi syndaflóðið til þess að vara okkur við öðrum endi þessa heims. Og við komum að því síðar í þessari hugleiðingu okkar. En syndaflóðið, það brast á, og við getum ímyndað okkur hvernig örvænting manna þegar að það upplifði rigningu í fyrsta sinn og þetta heljarmikla flóð, örvænting þessa fólks þegar það reyndi að komast inn í örkina, en það gat enginn komist inn í hana, né heldur út úr henni, því að Drottinn hafði látið engil sinn loka dyrum arkarinnar og það gat enginn komist inn eða út, vegna þess að náðartíminn var á enda. Þeir sem voru frelsaðir innan arkarinnar voru hólpnir, en þeir sem hefðu hafnað náðarboði Guðs voru utan arkarinnar og gátu nú ekki komist inn þegar þeir loksins vildu, því að náðartíminn var á enda. Mikið vatnsflóð kom yfir jörðina og okkur sagt að meira að segja fjöllin, eins og þau þekktust í þá daga, fóru öll á kaf. Margir hafa látið sér detta í huga þetta sé tómi vitleysa, allt þetta tal syndaflóð, því þetta standist ekki við jarðlögin og jarðvísindi og hvað eina það sem að sumir vísindamenn segja okkur, fornleifafræðingar og aðrir, varðandi það sem fyrirfinnst á jörðinni. Þetta standist bara ekki. En hvernig má það þá vera að við finnum í dag uppi á ýmsum fjallatoppum víðsvegar jörðina alls konar steingervinga og merki líf sem aðeins þrífst á sjávarbotni. Nú þetta allt efst upp á fjöllum, á þurrlendi í dag. Jú, okkur sagt í sögunni syndaflóðið, og ég hvet alla til að taka hana fram og lesa hana í heild sinni, að jörðin opnaðist
og miklar vatnslindir komu upp úr jörðinni og það rigndi ekki bara það rigndi 40 daga en vötnin ukust í meira en 40 dagana því að það er sagt að þau ukust í 150 daga. Með öðrum orðum, það bættist við vatnið á jörðinni, jafnvel eftir að hætta rigna í 5 mánuði. Svo við sjáum að flóðið varð mikið því það færði allt í kaf, fjöllin og fólkið og dýrin sem lifðu áður á þurrlendi, þetta drukknaði allt saman. Í 1. Mósebók í 7. kafla frá 18. versi lesum við: og vötnin mögnuðust og uxu stórum á jörðinni, en örkin flaut ofan á vatninu, og vötnin mögnuðust ákaflega á jörðinni, svo öll hin háu fjöll sem eru undir öllum himninum fóru í kaf. Allt sem hafði lífsanda í nösum sínum, allt sem var á þurrlendinu, það dó. Og frá 24. versi að þá segir: og vötnin mögnuðust á jörðinni 150 daga. Þannig höfum við það svart á hvítu að það bættist við vatnið sem færði jörðina í kaf miklu lengur en þessa 40 daga sem rigndi. Mest af vatninu kom úr iðrum jarðar. Og ekki menn í dag sífellt að bora eftir vatni og stundum djúpt, stundum grunnt, en vötnin eru þarna undir enn í dag, en þarna voru þau áður. En þegar við lítum á frásöguna og gerum okkur í hugarlund hvernig það hefur verið fyrir íbúa jarðarinnar að upplifa þetta vatn koma og þrengja að þeim og magnast og aukast og þar til að það var engin blettur eftir á jörðinni fyrir fólki að flýja til að bjarga sér. Þá hlýtur örvæntingin að hafa verið mikil. Við munum lesa það hér innan skams að Kristus segir okkur í Mattheusar guðspjalli í 24. kapitula að eins og það var á dögum Nóa, þá kemur annar endir yfir þetta mannkyn, yfir þessa jörð. Og það mun gerast mjög snögglega, alveg svo á dögum flóðsins, alveg svo á dögum Nóa. Nú skulum við fara yfir í 2. Pétursbréfið í 2. kapitulan og lesa þar 5. versi. Þar segir Pétur postuli: ekki þyrmdi hann, það er að segja Guð, hinum forna heimi, en varðveitti Nóa, prédikara réttlætisins, við 8. mann, hann lét vatnsflóð koma yfir heim hinna óguðlegu. Þið takið eftir því að hér er enn einn skrifarinn í Biblíunni sem talar Nóa og flóðið forðum eins og það sé sannleikur, en það var það sannleikur. Og Pétur postuli trúði frásögnum Gamla testamentisins alveg út í æsar, eins og við í dag reyndar ættum að gera líka. Þegar við hljótum að treysta á orði Guðs, erum við ekki kristið fólk? Tökum við ekki mark á Biblíunni sem frelsarinn okkar notaði og las og vitnaði í sífellu? Hann vitnaði í Gamla testamenti og hann vitnaði í frásögu 1. Mósebókar sköpunarsöguna og syndaflóðið. Svo hví ættu við ekki að gera það? Hví ættu við ekki að treysta því sem Biblían segir okkur þessa frásögur? Nú skulum við fara yfir í Mattheusar guðspjall í 24. kafla og lesa þar frá 37. versi. Og það er Jesús Kristus sem talar. Eins og var á dögum Nóa, segir hann, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags Nói gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrir flóði kom og hreif þá alla burt. Eins verður við komu mannssonarins, segir Jesús, segir frelsarinn okkar. Eigum við ekki taka mark á því þegar hann segir okkur að það hafi verið flóð, að Nói hafi verið til og hann hafi bjargast á fólkið hans
í örkinni frá þessu syndaflóði. Þið sjáið, ef við byrjum á því að afskrifa eitthvað sem að okkur finnst kannski ótrúlegt í Biblíunni, að þá endar það með ósköpu. Við höfum þá ekkert eftir í Biblíunni. Við verðum að afskrifa allt saman fyrir það síðar. Og svo höldum við áfram í sömu bók, það er Mattheusarguðspjalli, 24. kapitula, og lesum frá 42. versi. Þar segir Jesús: Vakið því þér vitið eigi hvaða dag drottinn yðar kemur. Verið þér og viðbúnir, því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi. Hér er drottinn í kjölfarið á því að hafa talað syndaflóðið og Nóa og hvatti áheyrendur sína til þess að taka mark á því sem segir í 1. Mósebók þessi atriði sem gerðust forðum, að þá segir hann að hann muni koma aftur, en þá komi hann mjög óvænt og á þeirri stundu sem enginn á og von á, alveg eins og dögum Nóa, þegar að menn fórust í flóði af því að þeir treystu ekki orðum Guðs. Hvað ætlum við nú að gera á okkar dögum? Við sem lifum á síðustu tímum mannkynssögunnar, á þeim tíma sem spádómar Biblíunnar eru óðum að rætast og það nálgast óðum að Kristur komi í annað sinn. Ætlum við þá bara að láta reka á reiðanum og bara berast með straumi efasemda? Nei, það dugir ekki, því að við verðum að taka mark á orði Guðs og búa okkur undir það þegar að þessi heimur sem við þekkjum hann endar, þegar að drottinn Jesús kemur til að sækja fólki sitt. Þegar Jesús gekk hér á jörðu, þá kenndi hann allt þetta sem við höfum verið að rifja upp úr Gamla testamentinu. Og hann notar þessar frásögur og leksjur til þess að hjálpa fólki til þess að læra að treysta sér og treysta ritningunum sem þekktust í þá daga fyrir 2000 árum. Það var allt Gamla testamenti. Og nú hvetur hann okkur til þess að treysta allri Biblíunni, líka Nýja testamentinu, því að þegar við förum yfir í Mattheusarguðspjall í 24. kapitula frá 3. versi, eftir að Kristur var búinn að vera að tala við lærisveinana komandi endi, þá segir þannig í 3. versi og þar áfram: Þá hann sat á Olíufjallinu, gengu lærisveinarnir til hans og spurðu hann einslega: Hvert mun tákn komu þinnar og endaloka veraldar? Jesús svaraði þeim: Þér munu spyrja hernað og ófriða tíðindi. Gæti þess að skelfast ekki, þetta á að verða, en endurinn er ekki þar með komin. Sjáuði, hér er Jesús að tala önnur endalok þessa heims, þessa mannkyns, og lærisveinarnir treystu honum og þeir komu til að sérstaklega til að spyrja hann: hvenær gerist þetta og hvernig megum við vita að endurinn sé að nálgast? Og hann gefur þeim ýmis tákn sem ófrið og hernaðartíðindi, en segir að þeir eigi ekki að skelfast við þetta, því þetta er ekki endurinn heldur aðdragandinn að endinum. Og þegar við höldum áfram að lesa frá 7. versi, þá segir hann: Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsu stöðum. Allt þetta er upphaf fæðingarhríðanna. Fram munu koma margir falsbámenn og leiða marga í villu, og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna, en sá sem staðfastur er allt til enda mun hólpinn verða. Hér er Kristur að telja upp tákn eftir tákn, merki eftir merki, til þess að minna okkur á að endurinn er í nánd. Nú er eins gott að við lærum að treysta. Við skulum svo lesa í 14. versinu í þessu sama kafla, Matteusi 24. kaflanum. Þar segir Kristur: Og þetta fagnaðarerindi ríkið verður prédikað alla heimsbyggðina, öllum þjóðum til vitnisburðar, og þá
mun endurinn koma. Síðasta táknið sem hann taldi upp þarna var það að fagnaðarerindi verður boðað allan heiminn. Og það einmitt það sem að gerast í dag. Með útvarpi, sjónvarpi og prentuðu orði, þá fer boðskapur Biblíunnar allan heiminn. Líka til þjóða sem að til skamms tíma voru lokaðar fyrir boðun fagnaðarerindisins. En þegar þetta gerist, að orð Guðs kemst til allra þjóða, til dæmis með ávaldi ljósvakans, að þá stutt í endin. Svo eigum við að taka mark á því sem sjálfur frelsarinn okkar segir, að endir þessa heims eins og við þekkjum hann í nánd. Að sjálfsögðu tökum við mark á því sem Kristus segir. Ekki vitum við hvernig þetta gerist, en Biblía segir að Kristus muni koma í skýjum himinsins, og í Mattheusi 25. kafla segir að allir englarnir komi með honum. Þá munu réttlátir dánir rísa upp, og það verða endurfundir allra þeirra sem að hafa sett traust sitt á Drottinn. Drottinn kemur til að sækja fólki sitt. Svo munum við í komandi erindum fjalla það hvernig Guð muni hreinsa þennan heim. Hann hreinsar hann í eldi. Áður fyrr hreinsaði hann jörðina í vatni með miklu flóði. Næst þegar hann hefst handa mun að hreinsa jörðina í eldi. Við munum lesa þetta allt saman í komandi erindum og láta orð Guðs sannfæra okkur. Ég vil bara hvetja ykkur vinir, lærum að treysta Drottni vegna þess að hann efnir sín loforð. Hann mun koma aftur. Hann mun byrja upp á nýtt. Alveg eins og forðum á dögum Nóa. Hann byrjaði upp á nýtt með 8 sálum sem björguðust, sem tóku mark á orði hans. Ætlu við að vera meðal þeirra sem bjargast næst þegar hann hefst handa að byrja upp á nýtt. Núna stendur hann við dyrnar og bankar. Við hjartadyr okkar knýr hann á. Hann vill fá að koma inn í líf okkar. Hann vill fá að samneita og eiga samfélag með okkur. Á meðan í gegnum orð sín í ritningunni, bæði í Gamla og Nýja testamentinu, þegar hann talar aðra endurkomu sína, komu hans í annað sinn til jarðar, þá bendir hann okkur eins og inn í framtíðina. Í gegnum ritningarnar, í gegnum spádómana, í gegnum öll fyrirheit hans, og hvetur okkur til þess að læra að treysta, að taka mark á Biblíunni, á ritningunum, á orði hans. Og við megum til með að gera það, vinir, því að Drottinn vegurinn, sannleikurinn og lífið. Í Jóhannesar guðspjalli í 5. kapitula frá 38. versi þá segir Jesús, og orð hans, það að segja orð föðurins, býr ekki í yður, og hann að sjálfsögðu að tala við áheyrendur sína fyrir 2000 árum, og orð hans býr ekki í yður, því að þér trúið ekki þeim sem hann sendi. Þér rannsakið ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna mig, en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Hugsið ykkur, vinir, hér Jesús að minna áheyrendur sína á. Þið lesið heilmikið í Biblíunni, það að segja ritningum Gamla testamentisins, og þið vonist til þess að finna leiðina til eilífs lífs, en þér viljið svo ekki koma til mín. Þið viljið ekki treysta mér. Það eins og það var á dögum Nóa. Menn trúðu ekki á dögum Nóa, og eins trúa menn ekki orði Drottins á síðustu tímum. Sagan endurtekur sig. Á meðan höldum við áfram að boða og prédika fagnaðarerindi. En treystið þið því? Hafið þið lært að taka mark á orði Guðs
eins og það er skráð. Hættum að efast. Lærum að treysta Guði og þá er ykkur borgið. En á meðan er tíminn að renna út. Endurinn er í náns, sagði Jesús margoft. Tímaglasið er að tæmast og innan skams er náðatíminn á enda. En Jesús, skaparinn okkar, sá sem skapaði þessa jörð, mannkynið, sá sem byrjaði upp á nýtt á dögum Nóa, vegna þess að illskan var orðin svo mikil á jörðinni að hann vildi ekki búa við slíkt lengur og hann lét flóðið koma. Hann boðar endurkomu sína til jarðar. Hann ætlar að byrja upp á nýtt. Hann ætlar að endurskapa þennan heim. En treystu við loforðum hans endursköpun. Jesús sem er skaparinn okkar, hann sem er frelsarinn okkar, sagði: ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Við hljótum að treysta honum. Við hljótum að taka mark á því sem hann tók mark á, þessu frásögum Gamla testamentisins, því hann notaði þær okkur til viðvörunar og lærdóms varðandi framtíðina, því að hann ætlar að byrja upp á nýtt. Frelsarinn okkar, Jesús Kristur, sem sagði: ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Tökum mark á honum.